Komið þið sæl, Björn Ívar Karlsson heiti ég og er skákkennari og ætla með ykkur í þessu myndbandi að fara yfir það hvernig á að máta með kóng og hrók gegn kóng. Ef þið kunnið að máta með kóng og drottningu á móti kóng þá er þessi aðferð mjög svipuð. Við notum í raun og veru sömu aðferðina. Við notum hrókin til þess að búa til nokkurs konar búr utanum kóng andstæðingsins. Við sjáum í þessari stöðu að svarti kóngurinn hefur gríðarlega mikið svæði í þessari stöðu. Aðferðin sem ég er að kenna ykkur er aðferð sem ég not alltaf sjálfur þegar ég er að tefla. Mjög auðvelt að læra hana og mjög auðvelt að nota hana í skákum. Það eru til tvær aðferðir og veru til þess að máta með kóng og hrók. Aðferðin sem ég er að kenna ykkur, hún er styttilegin. Til önnur lengri sem eru auðvelt líka en þessi miklu sniðari. Hver er besti leikur hvíts í þessari stöðu til þess að minnka svæðið sem að svarti kóngurinn hefur? Við getum farið hingað og þá hefur svæðið minnkað örlítið, en eigum við ekki einhvern betri leik. Við getum farið á E5 og nú hefur svarti kóngurinn talsvert minna svæðið heldur á hann. Við tökum eftir því líka að hvíti kóngurinn valdar hvíta hrókin. Þannig að svarti kóngurinn er ekki möguleika að drepa hann. Svarti kóngurinn verður að fara í burtu og hann á bara þessa reiti hér. Sjáu ég þessar 9 hér, þó svo hann komist bara á 3 þeirra í augnablikinu. Þannig að hann getur til dæmis farið á G6 í þessari stöðu. Nú er svæðið svona. Er einhver leið fyrir okkur til þess að minnka það núna? Hugsaðu þið vel um. Hrókur F5. Minnkuðum örlítið. Hvíti kóngurinn valdar aftur hvíta hrókin. Svarti kóngurinn verður að færa sig. Getum við minnkað svæðið núna? Nei, við getum það ekki. Ef við reynum að fara hingað, þá getur svarti kóngurinn hýrt hrókin okkar og þetta er jafntefli. Í staðinn verðum við að nota kóngin okkar og koma honum nær. Það er nauðsynlegt að maður er að máta með hrók og kóng á móti kóng að nota alltaf kóngin sinn. Hann er mjög öflugur maður í endataflinu. Þannig að við komum honum nær, reynum að hafa hans eins nálægt svarta kóngnum og við getum. Kóngurinn fer í burtu. Getum við minnkað svæðið núna? Nei, það er eins lítið og hægt er. Þess vegna færum við kóngin okkar nær. Svarti kóngurinn færir sig. Getum við minnkað svæðið núna? Nú er G5 reitinum valdaður, þannig að við förum þangað. Og nú hefur svæðið minnkað talsvert mikið. Kóngurinn fer í burtu og nú þurfum við að velja rétta leið fyrir kóngin okkar. Það er best að fara þessa leið. Þessi leið er aðeins og þröng fyrir okkur. Þannig að við förum á F5. Kóngur H6. Nú er svæðið eins lítið og hægt er að því að hrókurinn okkar er ská á móti svarti kóngnum. Þannig að þess vegna færum við kóngin okkar nær. Svarti kóngurinn fer í burtu. Hrókur G6, minnkum svæðið. Kóngur H8. Kóngur F7. Tökum eftir því að við leikum ekki þessari stöðu hrók og G7 eins og verið eðlilegt að gera. Veistu af hverju það er? Ég ætla að gefa það vísbendingu. Svarti kóngurinn kemst ekki neitt. Alveg hárrétt, hann er patt. Og munið, ef andstæðingurinn getur ekki leikið neinu leik á engan löglegan leik, þá fyrir skákin jafntefli. Og það er búið að gerast í þessari stöðu. Þannig að við viljum í staðinn koma bara kóngnum okkar nær. Kóngur F7. Svartur er bara einn leik. Kóngur H7. Og núna þarf nefnilega hvítur að gera alltaf merkilega hlut. Ef hann gæti sett pass í þessari stöðu, og munið, það er ekki hægt að segja pass í skák, en ef við ímyndum okkur að það væri hægt, þá þurfti svartur að fara með kóngin sinn út í horn, og þá getur hvítur skákað að máta með að fara með hrókina H6. Þannig að við ætlum að leika svokallaðan biðleik, leik sem gerir ekki neitt, breytir stöðunni nánast ekki neitt. Við viljum ekki fara kóngin okkar, þannig að við hljótum að þurfa að fara hrókin. Við megum ekki fara af 7. reitaröðinni, við förum til dæmis á G4, þá kemst kóngurinn á H6 og sleppur eitthvað út. Þannig að við reynum að halda hróknum á þessar línu. Segjum bara til dæmis hrókur F6, einfaldur leikur. Svarti kóngurinn kemst bara eitt reit. Hvíti kóngurinn valdar alla þessar reiti og hvíti hrókurinn valdar þennan. Þannig að hann kemst bara út í horn. Og hvað ætlum við aftur að gera þá? Alveg hárrétt, hrókur H6, skák á kónginn og hvíti kóngurinn valdar útgönguleiðunar. Þetta hér er skák og mát. Takk fyrir þetta.